Það ætlum við að fjalla heimsmarkmið Sameinuðu þjóða. Við ætlum að taka fram númer 4, menntun fyrir alla, og númer 9, nýsköpun og uppbygging. Og í hindin af 17 markmið Sameinuðu þjóða. Allir þjóðinni, þeir bara vilja fá þetta, engin fátækur, það allir með mat, við ætlum að setja lista af þessu. Og að handa áfram, menntun fyrir alla, þá allir að fá góða menntun, líka ungir foreldrar sem bara veit ekki raskandi fá líka menntun, það er bara allir með menntun, við getum þá skapið nýtt, við getum búið til hluti, við getum gert til mat, við fáum líka pening með að gera svo hluti og með að hjálpa kannski, segjum við gerum bara menntun fyrir alla, að hjálpa í öllum hinum 16 flokkunum. Og fyrir menntun fyrir alla svörum 4 spurningum og það tengist undir nýsköpun og uppbygging sem við líka með. Við fjallum æsvind og ístak og sjálfbæra þróun bara hérna, svo við getum notað aftur án þess að skemmist. Og eitt annað verkefni sem ég ætla að fjalla í dag er fyrirtæki æsvind sem alveg í að búa til litla vindmyllur sem mjög lett að setja upp og það kostar mjög lítið að halda við því að þetta bara einhver diskur og það þarf varla að halda við fyrst þetta svo vel byggt og þetta byrjar að snúast í 2 metra á sekúndu hraða og það getur stenst alltaf 60 metra á sekúndu hraða og síðan virkar þetta í öllum vindáttum fyrst að það bara út allt svona til að ná vindinum og þetta kostar í kringum 200.000 fyrir hverja vindmyllu en síðan getur líka breyst á staðsetningu því að það getur sterkari festingar og síðan þá að setja upp pínlítinn turn, kannski svona 10-15 metra til að setja þetta á svo þetta nær eins miklu vind og hægt er. Í daglega lífi þá birtist sjálfbærni í hús á heimilum þegar maður flokkar rusl eða þegar maður slekkur ljósunum þegar maður fer út úr herbergi og við erum síðan líka að tala fyrirtæki Ístak sem verktakafyrirtæki með höfuðstöðvar á landi og það í vaðöldu núna að búa til undirstöður fyrir vindmyllur og þannig þetta að vera mjög sterkar undirstöður því að hver vindmylla 4 handboltahellir á hæð og ein Hallgrímskirkja jafn löng og spaði og fyrir undirstöðuna það þarf 400 fermetra af steypu sem jafn mikið á 40 steyputurkar og þetta bara all steypan blönd á staðnum og síðan líka til að passa þetta hallar ekki fyrst að það gerist oft með steypu þá þarf að nota 70 tonna járni til að búa til grindina fyrir þetta og til þess að dæla öllu þessu þá nota steypuband sem heitir TP130 pundsmæstir og það 1 af 2 evrópu og kostar 130 milljónir og sem nota lífsvæti dísilolía sem bara betra fyrir heiminn og það bara notað fyrir allt, síðan líka rafmagnsbílar þarna og síðan samningur hversu mikið kolefni má fara út í andrúmslofti við þetta verkefni og það bara, þeir þurfa að skila inn tölum í hverju mánuði þannig bara að segja við notum svona mikið olíu, svona mikið dísel og svona mikið steypu og járni